Já, Jói, er eitthvað hægt að segja eftir svona aðfráð? Hver eru fyrstu viðbrögð? Já, ég meina skilur þetta svo mikið breyting á okkar frammistöðu fyrstu tveimur leikjunum. Við erum að spila mjög gott lið núna en fullir vinningur þeim liðum sem við spilum við fyrstu tveimur leikjunum þá var það ekki þannig þá og ég veit ekki, eins og segir, það lítið hægt að segja. En nú ertu þannig sem með nýtt lið í höndunum, þannig séð, tveir útlendingar farnir og einn kominn tilbaka sem kom í morgun, þannig að jú, ég myndi segja að það megi svona skilja sóknina lélega, lítil samaheng, en hvað með vörnina? Ekki talað að vörn sé bara hugafar og barátta en þú veist, hvar var vörnin í kvöld? Við erum bara eins og staðan í þetta, þá erum við gott svona svokallað svona skrimmitslið, eða lélegt skrimmitslið, við erum svona í pick-up-bolta þar sem að menn fylgja engum reglum og engum hvort það sé vörn og sókn og skilur það ekkert effort og skilur þú getur tapað körfuboltaleikjum eða bara keppnisleikjum en skilur þú leggur þig ekki fram. Þetta, ég veit ekki, ég mig langar að segja svo mikið og ég ætla samt að láta það alveg gjört. Hvernig verður skuldunni snúið á rétta braut? Ég bara, eins og segi, ég veit það bara ekki, við þurfum bara að grafa djúpt. Já, grafa djúpt og allir þessi frasar og allt þetta kjaftaði, sko, ég veit ekki, ég finna nýja mann í djópi, það sé ekki bara laust. Ertu að hugsa þína stöðu? Ég veit ekki, ég mig langar til að segja svo margt og allt það, en ég veit ekki. Fæstor segja minnst eins og einn góður sagði á sínum tíma. Já, Fæstor segja minnst alltaf. Ætla að segja Fæstor bera minnst ábyrgir í ráðferðir en hafa það bara lokaorðið í þessu viðtali. Já. Takk fyrir. Takk.